Geir, tap hérna í Borgarnesi í kvöld. Þið voru alltaf svona á eftir, voru svona 28 stigum undir, en náðu þarna góðu rönni náðu þessu niður í leik svona undir lokin. Svona þín skoðun á leiknum yfir höfuð? Já, við byrjuðum náttúrulega bara mjög illa. Vorum að missa menn fram hjá okkur, vorum búin að tala um það fyrir leikina. Þeir eru fljótir að cherrypicka og allt það, en þeir einhvern veginn ná alltaf 1 og 2 og eitthvað svona. Og það var bara erfitt að komast tilbaka með 25 stiga mun, já, 28. En við náttúrulega lögum það í seinni og það byrjaði að virka þarna aðeins í lok þriðja, byrjun fjórða. Já, þetta var svona, það virtist vera að koma smá gleði hérna í þriðja, fjórða leikluta. Leo Ingi var rekinn. Leo Ingi var rekinn út úr húsi, annað ár í röð. Já, er það eitthvað svona, meina þarf Ingi Þorvaldur að rekast út í hverja leiklið að þið fáið svona smá gleði og... Já, helst. Ég meina, greinilega, við erum bara plus 50 eða eitthvað í þessu húsi þegar Ingi Þorvaldur ekki að þjálfa okkur, þannig að... Nei, ég segi bara svona nei. En hérna, á lokum, eitthvað svona bara smá, bara eitthvað svona dómgæsluna, á mikið tæknivillur, óíþróttamassavillur og svo framvegis á mikið af villum á töflunni, það var bara þakin af rauðum punktum. Eitthvað svona komment, svona bara létt komment þetta, hvernig þú sást þetta fyrir? Já, þeir eru náttúrulega að reyna að halda ákveðin í línu, en þú veist, mér fannst línan ekkert vera allt og skýr. Mér fannst við þeir segja komast upp með meira en við og þeir eru örugglega að segja það sama, en mér fannst línan óskýr í dag, en þeir eru náttúrulega bara að gera sitt besta. Þeir eru bara mennskir, þannig að það læra allir að þessum leik. Glæsilegt Geir, góða ferð í Hólminn. Já. Takk fyrir.